verkefni 7 fyrsta JavaScript-verkefnið og markmið þess í raun að kynna ykkur fyrir og nota saman föll, functions, flæðistýringar og ítranir. If og for og while loopur. Nota strengi og tölur, nota fylki og hluti. Og svo meðfram þessu þurfum við líka að skoða null og undefined. En í verkefninu ætlum við að setja þetta upp sem svona eiginlega alveg svona self-contained JavaScript forrit nema til þess að geta tekið við upplýsingum frá notandanum. Þá ætlum við að nota í einhverjum tilfellum alert fallið frá Vavra, prompt og confirm. Skoðum það eftir. En í grunninn þetta að þið ætla að búa til einfalt svona to-do verkefnalistakerfi. Þar sem að við getum búið til verkefni, við getum sýnt verkefnalistan, við getum sagt að eitthvað sé búið eða ekki búið, togla stöðuna á því, út frá stöðu þess í fylkinu. Þannig að þetta ekkert alveg, kannski, meikar ekki alveg fullkomið sens svona fyrir þetta, en þetta sem við ætlum að gera þessu. Í verkefni 8 þá ætlum við að gera þetta með viðmóti. Svo ætlum við að vera með fall sem að sýnir okkur hversu mikið klárað og hversu mikið óklárað og svo ætlum við að vera með eitthvað fall sem að hreinsa listan og svo ætlum við að vera með fall sem að býr til svona leiðbeint ferli. Það er að segja, spyr mig, hei, viltu búa til atriði á listan? Og ég segi já, hei, viltu búa til annað? Og ég býr til annað. Og svo viltu hætta? Hei, já, ok, hætta. Og þið fáið grunn hérna, bæði index og script.js. Þannig að nú ætlum ég að gera bara hér og ég ætla bara að segja copy og ég ætla að fara hérna og ég ætla að fara niður eitt og gera git clone þetta og ég ætla að segja vef 1.25 vaf 7 init tema svona og svo ætla ég bara að opna það með hérna í þessu hérna þið megið setja parcel en þið þurfið þess ekki, ég mæla ekkert með að vera eitthvað að gera þetta mikið flóknara en það þarf að vera þannig ég er bara aftur að gera eins og við vorum að gera hérna, ég ætla bara að segja open with live server opnast hann í ark hjá mér ark opnast ég þarf að fara að skipta Vavra svona þannig að þetta er bara alveg ekkert þú veist það er ekkert CSS á þessu ef ég gerir núna opna DevTools og fer hérna í console og höfum þetta hérna hlið við hlið skiptum þessu út fyrir þennan hér þá sjáum við hérna að svona hér erum við með script elementið og það er með source attribute og það vísar í scripts.js sem þýðir alveg eins og við gerðum með link elementinu að við erum að tengja JavaScript skrá við HTML-ið okkar JavaScript skráin hér er með einhverju alls konar dæmi en er í grunninn bara með þessum föllum sem við ætlum að útfæra og öll þessi föll hafa í raun einhverja ákveðna virkni sem við þurfum að útfæra og við ætlum bara að gera það en þetta er líka tengt við Vavran þannig ef ég gerir hérna núna console log hello frá scripts.js þá skrifast það út hérna þannig að þessi hérna kóði þegar ég keyri hann upp er þannig að Vavrinn fer hér og segir fyrsta línan í HTML skjálinu þetta er svona HTML HTML, gamli vinur head og Vavrinn parsar þáttar HTML skjalið okkar línu fyrir línu kemur að script hér og segir script element hér er verið að vísa í script.js skrá þá hættir Vavrinn
að vinna í HTML-inu, hoppar yfir í script.js-skrána og gerir það sama við hana, túlkar hana og keyrir hana. En það fer bara línu fyrir línu og keyrir þetta, segir hérna console log, þá á ég að skrifa út í console og þá birtist það hér. Ef ég gerir villu hérna, þá fæ ég bara villu frá vafaranum við það að reyna að parsa JavaScriptið. Uncaught syntax error, þetta er villa í syntaxnum, ég skrifaði ólöglegt JavaScript forrit og þá hættir bara JavaScript keislan á þessum vef. Þetta er bara búið. Það er villa og þetta er bara búið. Ólíkt því sem gerist hjá CSS, þar sem að hún lendir í að finna einhverja villu, eitthvað property sem er ekki til eða eitthvað svona og segir bara já, ok, fínt og heldur áfram. Nema við vorum með svona, ef við vorum með hérna ójafnvægi í curly bracketunum okkar, þá bara reyndi vafarinn eins og hann gat. Ekki með JavaScript. Þá bara ef það villa í JavaScript forritinu okkar, var ekki hægt að þátta það, passa það, þá bara hætti það. Bara er það ekki keyrt. Ok, svona, þannig ég kemur þetta aftur og svo séu hérna, já ok, það er eitthvað function hérna og gerir functionið aðgengilegt til keyslu. Gera aðgengilegt til keyslu út af því að við erum með þetta nákvæmlega svona. Í næsta tíma, við verkefni 8, þá munum við aðeins sjá hvernig það breytist þegar við notum modules. En núna get ég keyrt þetta, þannig ég get sagt hérna hello frá create to do item. Við getum sagt hérna komma input. Hello frá scripts, þá getur ég byrjað að skrifa hérna create to do item. Ég get ítt á tab og þá autocompletar hún því fyrir mig. Sví opnast, ég ætla að kalla í fallið. Hello frá create item undefined. Ok, nú erum við að hitta hérna undefined í fyrsta skipti. Ég ætla að segja hello frá create to do item ASDF. Hello frá create item to do item talan 1. Sjáu þið ekki rosalega vel, en talan 1 er græn, þannig að þetta hérna er svart. Þetta hérna er túlkað sem tala, en þetta sem strengur. Svo kemur alltaf þetta undefined hérna fyrir neðan. Undefined er sjálfgefið gildi á því sem ekki er skilgreint. Undefined. Þannig að ef ég er með input hérna og ég sendi ekkert input inn í það þegar ég kalli fallið, þá er það bara undefined. Ég má nú vísa í það, en það er undefined. Það var ekkert sett inn, það er ekki búið skilgreina. Föll skila undefined ef þau skila engu öðru. Þannig ég get sagt hérna return null og ég kalli þetta aftur og þá skilar hún null. Ég get sagt return input og ég get sagt 1, 2, 3 og hún skilar 1, 2, 3 líka. Þannig að undefined er gildi á færibreytum, eða argumentum inn í föll og gildi á breytum sem ekki hafa fengið skilgreint gildi fyrir sig. Ok, þannig að input hérna er það bara inputið sem kemur inn í fallið. En svo getum við sagt hérna, nú ætlum við að búa til eitthvað gildi. Þá segir ég const item, ég ætla að kalla itemið sem ég er að búa til, bara item, og það ætlar að vera foo plus input, bara eitthvað, þetta er ekki það sem eins og við endum, en bara þess að tala um það. Þá núna bendir Visual Studio Code mér á með því að fölletra þetta, eða svona setja það í aðeins fölari lit, að ég nota item hvergi. Þannig ég get sagt item, bara input, item, og þá bara allir sem nota það. Þá keyri ég þetta aftur. Þá fæ ég hérna, hello frá create item, 1, 2, 3, foo 1, 2, 3. Þannig ég bjó til breytu hérna og ég gaf henni gildi. Ég gaf henni gildi sem er þá eitthvað út frá því sem að þetta hérna verður. Foo plus eitthvað verður alltaf strengur, þannig að ég get kallað þetta aftur hérna foo ASDF, þá verður það foo ASDF, foo null, þá verður það foo null, þegar ég tek null og concatenate því við foo, þá bara verður það að strengnum null og svo framvegis. Þannig hérna er ég komið með breytu.
ef ég ætla núna að segja item jafnt og 1, 2, 3 og ég kalla í þetta, þá fæ ég type error, invalid assignment to const item. En hver var munurinn núna á því að keyra forritið með syntaxvillu og þessa villu? Þannig ef við rifjum upp hérna, ég ætla að hreinsa þetta alveg út. Ég ætla að búa til syntaxvillu og keyra. Create to-do item er ekki til af því að það var ekki hægt að túlka skjalið. Lögum syntaxvilluna, hreinsum hér og vistum, allt er góð. Keyri fallið og fæ núna villu. Hver er munurinn á þessum tveimur villum? Önnur fyrri villan gerist við þáttun, en hin gerist í keyslu. Ef ég var að skrifa þetta í Java, hefði túlkurinn, compilerinn, ekki túlkurinn, compilerinn, compilerinn, hefði hann leyft mér að compila þennan kóða? Nei, það er static typing. Því að ég hef þurft að segja að þetta item er af típunum strengur og verður alltaf að vera strengur. Og það má ekki vera að tala, það má ekki redeclara breytuna, það má ekki gera hluti sem eru þannig. En út af því að JavaScript er túlkað, þá eru sumir hluti sem gerast eingöngu í keyslutíma. Eins og þetta hérna, að keyra þetta fall og reyna að redeclara const breytuna hérna. Const er leið til að skilgreina breytu í JavaScript sem segir að það má ekki breyta típuna þessari breytu og það má ekki gefa henni nýtt gildi heldur. Ef ég segi let, þá er það önnur leið til að skilgreina breytu í JavaScript sem leyfir mér að breyta breytunni. Bæði gefa henni nýtt gildi af sömu típu og gefa henni nýtt gildi af annari típu. Þannig að eitthvað sem er hérna item er item, type of item og svo gerum við aftur hérna. Item er foo null string, item er 1, 2, 3 number. Og þá er svona grundvallar hugtak hlutur í JavaScript. Breytur hafa ekki gildi. Hafa ekki típu. Gildi hafa típu. Breytur hafa ekki típu. Gildi hafa típu. Þetta hér hefur típu. Sérlega típuna string hér. Og þetta hérna er number. Breytan vísa bara í það sem við látum hann að vísa. Ef við notum let, þá getum við láta hann að breytast úr streng yfir í tölu, yfir í aftur yfir í streng, yfir í fall, yfir í hlut, yfir í fylki, bara öllu sem okkur dettur í hug. Ok. En við ætlum núna að búa til itemið okkar og við ætlum að segja að item er object. Þá gerir ég svona curly brackets og þá er þetta leið til að búa til object og object er í JavaScript þannig að hann getur innihaldið keys sem að innihalda value og value er bara öll lögleg gildi í JavaScript. Þannig ég ætla að segja ekki name, heldur text og text ætlar að vera input og finished ætlar að vera false. Þannig að ég er núna að búa til gagnið hérna to-do item sem er bara textin sem að ég setti og það að það sé búið er false. Þannig ég er að hópa saman hérna í eitt gagn nafninu og hvort það sé búið eða ekki. Nú ætla ég að taka þetta hérna út og ég ætla bara að taka þetta út líka og ég ætla að segja núna að hérna er ég með const to-do list í grunninn í forritinu mínu sem er fylki. Þannig að það byrjar þá á curly bracket, nei, fyrirgeði, bracket bara og lokast með bracket.
Hérna get ég fjarlægt nokkuð kommentuðu atriði til að fá bara fleiri hluti í to-do listan minn. En ég ætla að segja bara item hérna og ég ætla að segja to-do list push item. To-do list er array, push er aðgerð array, það segir taktu þetta og settu það aftast í arrayið. Þannig núna ef ég hérna og ég skrifa to-do list, þá stendur bara array, bracket, opnast, bracket, lokast. Tóma fylkið. Ef að ég stróka þetta út og ég skrifa aftur to-do list, þá fæ ég array og það er eitthvað inn í því. Við íti hérna, þá sé ég að stakið í index 0 er object sem segir text, læra CSS, finished, true. Svo get ég bara sagt hérna to-do list push to-do list er þá object og strengurinn Svo get ég sagt push 1, 2, 3 og þá er to-do list núna fylki sem inniheldur object, streng og tölu. Þannig að það gildir að sama array. Array er bara fylki af gildum og gildin eru bara það sem við segjum að það eru. Þannig að þá kemur þetta svona fundamental í JavaScript. JavaScript er ekki með típukerfi. Það er ekki með leið fyrir okkur sem forritar að segja þetta hérna á að vera strengur og eingöngu strengur og bara strengur. Og eina sem ég vil fá í þetta array eru strengir. Sem gera verkum að þetta er mjög svona fluid forritunarmál, passar vel við vefinn, en gera verkum að það getur verið erfitt að vinna með það sem forritarar. Út af því að það leifir okkur bara að gera hérna og ég óvart sett strengina og ég óvart sett objectinni en ég ætla að setja tölinn í þetta. Þannig ég ætla aðeins að sýna ykkur leiði til að búa til svona smá umhverfi það, hvernig við gerum þetta hérna, en það er hérna í þessu að við notum þetta JS doc hérna til að gefa til kynna hvað við ætlum að fara að vinna með. En það er það sem þetta hérna eru. Þetta er svo JS doc athugasemdir sem skjala föllin okkar. Skjala parametrana í þeim og skjala skilagildin þeirra. Þið getið skoða þetta í hérna fyrir næsta tíma, en þá ætla ég að tala nánar um það hvernig við getum notað þetta sem hjálpa okkur. En nú er ég komið með bara algjörlega mest basic útfærsluna á þessum to-do lista, sem er að ég tek þetta hérna og ef ég núna bara vista hér til þess að reloada hérna og ég segi create to-do item uppfæra eða uploada vídeo. Svo gerir ég to-do list og þá sé ég núna að það eru 2 stök hér í og ég fæ hérna finish true, text, læra CSS. Stak 1 stakið í index 1 finished, false, uploada vídeo. En nú er ég haldið utan þetta. Þannig núna myndi ég segja, ég vil núna birta öll iteminn á einhvern ákveðin hátt. Ég vil ekki fá þetta hérna, ég vil ekki vera með þetta svona, ég vil bara geta prentað út, er þetta tilbúið eða ekki. Þannig að þá get ég notað ítranir, eða iteration loopur í JavaScript til þess að gera það. Þá ætla ég að segja for, alveg eins og í Java, ég get verið með for loopur og ég get sagt for const jafnt og 0 minna en to-do list.length console log to-do list þá er hérna, ég má ekki redeclare þetta verður að vera let. Gerum þetta aftur. List, object, text, læra CSS, finish true. Þannig ég ætla að kommenta núna út hérna þessi 2 líka, bara til að hafa þess meira. Og ég ætla að keyra list. Þá fæ ég núna 3 stök hérna. En aftur ég með þetta object. Þannig ég ætla ekki að, ég vil fá þetta meira, ég vil stýra þessu betur. Þannig ég ætla að segja const to-do item jafnt og to-do list bracket
Þannig núna er ég að fara í gegnum, ég er að ítra í gegnum fylkið. Ég er að segja, í fyrstu ítrun er ég með indexin 0. Ég ætla þá að taka 0. stakið í fylkinu. Ég ætla að setja það í breytuna to do item. Og þá er to do item eitthvað sem á sér text og finished. Og ég ætla að segja þá console log to do item.text er to do item finished spurningamerki. Ég ætla að nota ternar í virkjan. Ef það er finished þá ætla ég að segja búið. Ef það er ekki búið þá ætla ég að segja ekki búið. Svo keyri ég list. Læra CSS er búið. Læra JavaScript er ekki búið. Búa til verkefnalista er ekki búið. Nú er þetta svolítið langt hérna og svolítið mikið. Það sem við getum gert hérna er í staðan fyrir að gera þetta, þá getum við sagt ég vil bara fá hvert stak í röð úr fylkinu. Ég vil bara fá const to do item of to do list. Alveg það sama, nema miklu minna kóða. Þannig að hérna gerir ég í einu það sem ég vildi gera. Það er að segja, í to do list vil ég fá í hverju ítrun stak úr þessum fylki og það á að heita to do item. Þannig að þetta eru 2 leiðir til þess að ítra í gegnum fylki í JavaScript. Ok. Þannig að núna erum við búin að skoða hvernig strengir virka, hvernig tölur virka, hvernig föll, ekki hvernig if samt, jú aðeins eitthvað smá, aðeins hvernig ítranir virka og hvernig hlutir og array virka. Þannig að þið getur núna bara farið, haldið áfram að vinna í hópurinn 1. Ef þið hafið smá lausastund, þá getið þið skoðað þetta. Ég mæli með að gera það minnstakosti það að taka þetta sem ég ætla núna að committa og sendi í póstunum á eftir. Sækja þetta og keyra þetta og gera bara sem ég var að gera hér. Fikta kannski aðeins í þessu, skoða aðeins hvað ég geti gert. Síðan í næsta tíma þá höldum við áfram og þá hafið þið þá næstu viku til þess að vinna í þessu og í hópverkefninu, en einhverjum tímapunkti setja fókusin á þetta. All right. Bara fínt í dag.